Hafið þið hlustað á þætti Mikaels í fátæktina? Já, frábærir. Og verðugt viðfangsefni og velgerðir. Já. Ég ætla nefnilega að heyra aðeins í Mikael þessa þætti. Mikael, velkomin hér í sætið. Takk. Sko, þú ert að gera þætti á Rás 1 sem eru á Laugardalsmótnum fátækt og já, þessi þættir hafa slegið í gegn, menn eru að hlusta á þetta og menn eru að ná í þetta í podcasti og það mikil umræði í kringum þess að þetta en sko, hverju ert að tala við og hverjir eru hinni fátæku sem þú ert að nálgast þarna? Ég svona flokka með mikilli einföldun yfir í 2 hópa. Ég byrjaði í fyrsta þættinum var ég að tala við kennslukonu, kennara sem er hámenntað fólk í dag sem býr í leiguíbúð og með 300.000 krónur útborgað, 2 barna einstæð móðir, leigir á 190.000, er það heppin að því hún leigir af einstaklingi, hún myndi leigja þessa sömu íbúð á 230, 50, 60.000 ef hún myndi leigja hjá Gamma eða kvótakongunum. Og það sér þú þarft ekki að vera neitt stærðfræðingur, þú getur verið fallið á samræmduprófum í stærðfræði eins og ég, til að sjá það að reikningsdæmi gengur ekki upp. Hún með 300.000 krónur útborgaðar. Og þetta bara, ég satt heima á henni, það má ekkert koma upp á. Hún má alls ekki líkamlega neitt koma upp á og hún var náttúrulega að sjá fyrir sér, með því að vinna þá aukavinnu á sambýli. Var fyrir árás á sambýlinu, af því að voru náttúrulega ófáir. Já. Laðist í rúmið og þegar ég hitt hana þá lá hún heima. Hún gat þá ekki unnið aukavinnuna og gat ekki, og í þessu skeiði þar sem þú ert næstu því að detta bara alveg og sökkva inn í fátækrapyttinn. Og þú bara sekkur alveg, það má ekkert koma upp á. Ég talaði líka við verkafólk í Sandgerði, konan vinnur við ræstingar í Leifsstöð, í túristasprengjunni svokallaði og maðurinn við húsasmiðar. Þau eru langt undir fátækrarmörkum. Og það var svona sjokkrandi fyrir þau að fara inn á heimasíðu Þorsteins Víglundssonar, velferðarráðherra, velferðarráðuneytið.is og stimplinn hvað þau ættu að geta. Það vartu með 2 viðmið á þessari reiknivél hjá velferðarráðuneytinu. Annað dæmigert sem er það sem ríkisstjórnin myndi flokka sem millistéttarlíf. Þá getur þau farið í sumarbústað 1 viku eða eitthvað slíkt og átt bíl og getur borgað fyrir fótboltakrakkana og svo eru þeir með grunnviðmið. Og það ef þú ferð undir það þá ertu undir fátækrarmörkum. Og þessi fjölskylda í Sandgerði var líka undir því. Getur bara ekki séð fyrir sér og í fyrra slógum við Íslandsmet í nýgengni á öryrkjum. Bæði vegna þess að flýtist eitthvað afgreiðslutíminn en líka vegna þess að ég talaði líka við fullt af fólki sem horfði á ein stúlka sem núna komin í mannfræði, horfði á mömmu sína sem bjó í félagslegu húsnæði í Fellakörfi í Vesturberginu. Horfði á hún skúraði kaupþing í góðverðinu. Skúraði fyrir Hreiðar Má og þess að kalla. Og hún horfði á hana, sökkva niður í kvíða og þunglindi í bara stórkostlegu góðæri, þar sem hún var á endanum komin á örorkubökkur, búin að vera á líkama og sál. Og þetta veruleiki þessa fólks. Og við ætlum að gera það sama við kennarana. Ég las bara í fréttatímanum í gær að byrjunarlaun hjúkrunarfræðings, byrjunarlaun hjúkrunarfræðings á Landspítalanum 370.000 krónur. Og síðan situr einhver grásprengdur ríkisbubbi að því að þingmenn fengu 2 milljónir. Nei, ekki alveg svo reynd. Var það ekki alveg svo? En leiðir ekki vorkin ykkur. Ég er með 930.000. Og með 930.000. Og situr einhver ríkisbubbi, grásprengdur frá Samtökum atvinnulífsins, þetta ríkisstjórn atvinnulífsins, situr hann. Þetta nú ekki svo slæmt maður, getum við ekki rætt evruna og getum við ekki rætt þetta og hitt og mér nú alveg saman með þessi leigufélög, það vill engin lög á leigufélög. Vegna þess að rétturinn til að græða á fátæku fólki svo ríkur. Það eignarétturinn, það eignaréttur kvótakóngsins sem græddi 2.000 og eitthvað milljónir í fyrra. Á því að leigja fátæku fólki sem eru ekki efnað að kaupa sér íbúð. 4 af hverjum 10 undir 30 hafa ekki efni á að flytja heiman. Það var bara ekki efnað. Fleiri þúsund fátækar. Og íslenski kjósendur líka bara að skammast sín fyrir að kjósa verstu ríkisstjórn sem við höfum kosið. Vegna þess að sama hvað þetta að segja ljótt Framsóknarmenn og Sigmund Davíð og Halldór Ásgrímsson sem voru svona hægrisinnaðir leiðtogar Framsóknarflokksins. Það var alltaf
einhver aftursætis bílstjórar í Framsóknarflokknum sem voru svona félagshyggju megin, þó að þeir hafa tekið þátt í að einkavæða Verkó, þá var alltaf eitthvað, maður hitti alltaf eitthvað framsóknarmann sem hafði einhvern veginn áhyggjur af fátæku fólki og áhyggjur af alþýðunni. Það var eitthvað. Hérna erum við bara með við erum að horfa inn í gin ljónsins með þessa ríkisstjórn. En þú ert að tala fólk sem ég afsakaði Jón Steindór og þú ert ekki hérna til þess að svara honum. Menn þið átti ekki að hafa hann hérna. Í alvörunni. Það er bara komið nóg að þessu fólk. Við skulum ekki tala svona gesti þáttarinn. En það sem að gerast, þú ert að tala fólk sem þú segir eins og að troði marvaðan. Og það þetta fólk sem kannski, maður myndi segja, sé kannski neðri millistétt. En svo ertu líka að tala fólk sem beinlínis bara í örbirgð, sem eru þá bótaþegar og öryrkjar og fólk sem þarf að sækja og er í þeirri deildinni. Já. 8 ára dóttir mín sagði mér morgun, pabbi, þú mátt ekki vera svona reiður við mennina, aftur. Þegar ég byrjaði að tala við það, að fyrra sumar þá kynntist ég konu og það var ástæðan fyrir ég fór út í þetta, sem bjó í þetta svona göngutúr sem ég fer með hundinn, bara rétt hinum með yfir götuna, sem bjó þar í félagslegu húsnæði, 3 barna móðir, kasólétt. Bróðir hennar, fátækur líka, á sófanum hjá henni, í 2 herbergja íbúð á vegum félagsmála yfirvalda Reykjavík. Og ég kynntist henni og hún fór að segja mér frá sínu lífi. Hvernig hún þurfti að læra að vera fátæk, þetta ung kona, 24 ára gömul, hún ekki fengið mörg tækifæri í lífinu. Hún bæði að berjast bara við áfallastreituröskun vegna æsku sinnar og þetta bara manneskja sem okkur alveg samum. Og þess vegna fyllist ég svona heilari réttlætiskennd og bara þetta snerti mig djúpt að fylgjast með henni og börnunum hennar og hún hefur reynt ýmislegt fyrir sér til að sjá fyrir sér af því að meðal annars einhvern tíma reyndi hún að selja kannabis og bara hvað sem til að reyna að redda sér. Þetta ekki aumingi eins og fólk segir oft. Þetta bara fólk sem við höfum skilið eftir og við höfum skilið eftir á bótum sem eru skammarlegar. Og við viljum að það séu skammarlegar sem samfélag, við viljum að það séu lágar vegna þess að við viljum einhvern veginn ná að kúga þetta fólk til að hætta þessu. Og síðan gerum við alveg ofboðslegar, í svona umræðu gerum við oft alveg ofboðslegar siðferðislegar kröfur, þetta fólk ekki bara að svíkja? Það hafa verið sett upp leikrit í Borgarleikhúsinu það að einhver kona var í Fellahvarfi að svíkja út bætur. Þetta höfum við gert sem samfélag. Til að mála þetta fólk, það var reynt, og við hefum sögu líka bara í heiminum, einu sinni var reynt að mála þetta upp sem sér kynþátt, fátæka, og væri einhvern veginn bara að eðla sig og byggja sig til fátæklinga. Við viljum endilega fjalla Efra-Breiðholt sem bara þar sé fólk að fá að erfa bara það að vera á bótum af því að það svo fínt. Og þessi kona, sagði við mig að mesta stolti hennar þegar eitthvað gengur vel, hún nær einhver gefur henni peninga eitthvað, hún þarf ekki að fara á mæðrastyrksnefnd, þarf ekki að fara þá vikuna og óska eftir hjálp. Vegna þess að allir vilja, allir sem ég hitti, og ég hitti tugir manna og tugir fjölskyldna sem að berjast bara virkilega í bökkum, einmitt líka vegna þess að þau eru öryrkjar og eru bara algjörlega í lægstu lögum samfélagsins. Bara í lægstu lögum. Ég hitti skúringakonu í ræstitækni konu á miðjum aldri í röðinni hjá Fjölskylduhjálp sem var búin að missa húsnæði og orðin öryrki. Hún var bara að skúra hjá DIB. Hann getur ekki lifað á laununum sem hún á. Ég get það ekki. Og það ekki hvet fólk til að fara inn á taka bara flokk, þú með þitt, taka bara og fara inn á velferðarráðuneyti og reikna út þeim bara framfærsla án leigu. Ég hvet fólk til að gera það og síðan ég veit að örugglega margir Íslendingar fóru út og fengu sér kannski drykk og eru partur af einhverju hærri launahópi og höfðu efni á því að fara út í gær og fá sér drykk. Þá getur þú bara hitt leikskólakennarinn sem þar að vinna sem glasabarn vegna þess að fólk sem vinnur hjá ríki og bæ á þessum launum hefur bara ekki efnaði og þetta sama eins og einhver segir þá kannski já, meðallaun kennara eru 565.000. Það eru meðallaun kennara. Það náttúrulega einhverju hærri og einhverju lægri eins og konar sem ég þekki, en 560.000 á mánuði eru 380.000 útborgað. Þú er ekki efnað að leigja hjá kvótakongunum og nota bene 565.000 á mánuði voru há laun árið 1990. Við búum bara ekki í sanngjörnu samfélagi. Þegar 370.000 krónur byrjunarlaun hjúkrunarfræðings, þegar fólk á að lifa á örorku sem 129.000 og 180.000 krónur á mánuði og við eigum bara þegar við leggjumst á koddann í kvöld, þá eigum við að skammast okkar. Mikael, þættirnir eru á Laugardagsmótnum, hér á Rás 1 og hægt að hlusta á podcastinu.
Ég þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn. Þetta var hressandi.